hvað ferningstala og hvað teningstala? Og hver munurinn á þessu? Ferningstala flatarmál ferning sem hefur einhverja tiltekna hliðarlengd. Þannig að ef ég með ferning sem 2, með hliðarlengdina 2, þá eru allar hliðar jafnlangar og þá flatarmálið 2 sinnum 2 sem þá 4. Þannig að ferningstala 2 4. Ég seti í raun 2 í annað veldi því að ef þetta væri x, þá ger ég x sinnum x sem x í öðru. 2 í öðru 4, þannig að þetta endar allt á sama stað. Teningstala hins vegar að finna rúmmál tenings og teningur jafn á alla kanta, þannig að þá ég með 2 sinnum 2 sinnum 2. Þannig að rúmmálið 2 sinnum 2 sinnum 2 sem 8. Þannig að teningstala 2 8. Af því að, og ef við gerum þetta aftur út frá x, þá þetta x, x og x sinnum x sinnum x x í þriðja. Þannig að þegar ég beðin að finna ferningstölu einhverja tölu, þá set ég tölun í annað veldi, margfaldana með sjálfri sér. Ef ég beðin að finna teningstölu, þá set ég tölun í þriðja veldi, margfaldana með sjálfri sér, 1 sinni 2 svar, 3 svar. 2 sinni 2 sinni 2, hér bara 2 sinni 2. Ef þetta væri 3, myndi ég gera 3 sinni 3, það 9. Hér 3 sinni 3 sinni 3, það 27 og svo framvegis. En þetta ferningstala og teningstala segi ég, en hvað ferningsrót? Já, það að fara í hina áttina. Hver hliðarlengdin ef flatarmálið þetta? Þannig að ef ég gef ykkur tölu 49, að þá það útreikningurinn að gera rót af 49 og það 7. Af því að 7 sinnum 7 49. Sama teningsrót ef ég myndi gera til dæmis bara hver teningsrót 125, þá ger ég rótarmerki aftur og skrifa 25 hérna, en þá ég að taka þriðju rót. Því að ég að gá hvaða tala margföldu með sjálfu sér 1 sinni 2 og 3 svar, gefa mér þetta og það 5. Þetta í raun önnur rót, það eins og að sé tverjarna, en við skrifum aldrei þennan tvist, því að fyrsta rót náttúrulega ekki neitt, það bara talan sjálf. Og svo til 4. rót og 5. rót og allt það. En svona vinnum við hvað ferningstala og ferningsrót, teningstala og teningsrót.